Stór dagur í Túborg 10. Já, Dóttar fútból. Gamli leikmaðurinn minn fór til Saudi-Arabíu og komið tilbaka. Albert Ingarsson AI sestur aftur hérna hjá Dóttar fútból. Bara vonda fréttir fyrir þig AI. Það komið ný stjarna. Það bara þannig, ég þarf bara að eiga við það. Ég þarf bara að eiga við það. Já. Maður svona kanú núna. En við líkum vel saman. Við líkum mjög vel saman. Henry hérna. Nei, þú fórst sem Bergkamp, kemur tilbaka sem kanú. Geðveikt að fá þig aftur AI. Geðveikt að vera mættur aftur í uppeldisklúbbinn. Og gott að finna frá ástinni frá leikmönnum í gær. Þetta öðruvísi ást. Já, komst ekki alltaf aftur til Fylkis? Jú, ég á góðar endurkomur í fótbolta. Já, alltaf það var besti tíma, það var endurkomur. Já, nokkur endurkomur í sambönd líka. Það voru vesen. Allur gangur á þeim. En það eins og segjum alltaf, hver vegur að heiman vegurinn heim. Já, segir Thierry Henry við kanú. Það hérna, þetta meira áttar AI verður líka með mér í Dogzone á morgun fyrir þá sem vilja sjá allan introðaði, þá getið séð það á Instagram þar sem að hjá Dóttar fútból þar sem að Arsenal marki sem ég valdi var mark sem að Thierry Henry skoraði með móti Manchester United eftir innkast, hann vippar hann svona eiginlega yfir sig og klippir hann. Já. Frækt mark sem hann gerði þar má eitthvað gefa upp hverju vera fleiri þarna? Já, það verður, þú veist, Gunnar Birgisson verður þarna, það alveg pottitt, ég á bara tala ég þá við ríkissáttasemjara, það maðurinn sem ég tala við það starf ríkissátta, ég veit aldrei hvað hann gerir. Já, góð pæling sko. Nei, þú veist, ég segi alltaf keep calm og carry on og hlusta á Hilmar Björnsson. Já, það er frábært. Það er svona mín mantra í lífinu. Það er eina af þessum frábæra mantrum í lífinu. Þegar Hilmar segir mér að hoppa þá spyr ég bara hversu hátt. Veistu hvað ég náði í AI? Giggo. Hann bara nefnir Giggo. Ég auðvist eftir manni. Hann bara sagði ég klár. Klár. Kem á morgun. Já, kem á morgun. Klukka. Góð á, séð þá. En sko. Geði þetta að fá hann. Hvar er þakið hjá Giggo? Hvar svona segjum við, eins og til mis. Þú mátt auðvist eftir öllu. Ef við þetta skiptum bremsuklossa í Jaguarnum. Já. Í alvörinni. Já. Farðu á Giggo. Og auglýsi bara eftir ykkur og setur eitthvað verð á það og svo bara stílið þetta. Er þið bundnir trúnaði? Getur maður logið þegar maður hafi gert það sjálfur? Þú getur auglýs með nafnlein sko, það er ekki að sjá Albert Ingarsson og eitthvað svona. Eins og heilla tengd og svona einu sinni. Já. Ég var að festa upp hérna, ég var að rikka upp hérna gifsvegg. Það fyrsta veðrið er akkurat svona, þá er að geta minna á það að Dóttar fútból er að fara að lifa á landsleikir hliðið 15. til 22. Nóvember á Marbella. Við ætlum að fara þangað, við ætlum að spila golf 15. til 22. Nóvember. Ekki missa af því, það verður Dock Open 2 daga mót og svo verður Epic Invitational sem að verður spilað meðan að við erum þarna úti. Túborg tölum boltan, hættum þessu bulli, kaupum Túborgin hjá Smáríkinu og fáum það sent með volt, þetta er ekki flókin stærðfræði. Styttist í Túborgleikin á næsta ári, því líku sigur fyrir Eyjamenn þetta árið og þetta er á bleitin eftirminnilegasti Túborgleikur sögunar, fer allavega langt þangað. Herðu, ertu byrjað á Sheelan Jeet, Albert, ertu búin að heyra þessu? Nei. Sheelan Jeet. Nei, ég ætla ekki að ljúga þér. Ertu búin að prófa þetta? Nei, en ég er alltaf á leiðinni í fitnessport. Já, það er eitt gaur sem er búin að vera svona síðan hann keypti. Bara Ég verði þetta líka. Sheelan Jeetið. Það besta vendur koma, nú getur ég fara að sjá mig aftur í fitnessport. Já. Þeir eru svo harðir dogmenn, ég þorði ekkert að fara að neyn. Þannig að nú getur ég fara að byrja aftur á kreatíni og annar stað sem þú getur mætt á er Dominos. Þú fær ástina þar. Ég meina Ás er ekki búin að tala við mig núna. Í 2 ár sko. Ace á það til að vera svona full persónulegur sem að Tom Ace sem að stýrir öllu þarna hjá Dominos. Já, það er ótrúlegur leikmaður og hann er lojal, hann má eiga það eins og Tjekkland Bifreiðarskoðun sem hefur verið með Dóttar fútból frá fyrsta degi fyrir 7 árum síðan. Þakka öllu sem mættu í Keiluhöllina í gær. Við ákváðum að hendi spurt og svarað sem að tók ekki nema 200 mínútur. Þá áttaði ég með því, það er pláss fyrir live event fyrir Dóttar fútból. Heldur betur. Eins og þeir hafa verið að gera Carragher og Neville og eitthvað þegar þeir eru að túra Bretland og taka svona live show með stuðningsmönnum liða sem að mæta fullkittaðir og ég meina klárt mál ef það er einhvers staðar passionate stuðningsmenn hvort sem það eru íslenskara eða enskara liða þá er það hérna á Íslandi. Heldur betur og maður átti að sjá því hérna í gær, þetta var mikið stuð, við slum bara, Albert, það hefur ekki breyst frá því og fórst síðast, við byrjum endur alltaf á spurningu
Ég hef hlustað. Já, margir að reyna að ná sér í tölvu núna það tölvutekur með bestu tölvunar með þetta AI dæmi, Copilot, Snapdragon, allur pakkin hjá tölvutek, aldrei mig veg. Get ég fengið spjaldtölvu með lyklaborði? Já, Er það hægt? já, það er hægt þar og við skal bara langar í svoleiðis. Já, herðu, það er ein sýsla í Bretlandi Bretland svona skiptist í sýslu sem hefur alltaf átt lið í Premier League nema í fyrra en eiga aftur lið núna veitir hvað sýsla það er? Þetta er lið hefur átt 8 lið í Premier League og það er búðingur sem heitir eftir þessari sýslu Royal? Nei, ok, Royal er enda frábær, það er besti búðingur besti búðingur Royal Karamellubúðingurinn með smá rjóma býtur við Þetta með smá rjóma og ég elska það dreng hann og strax að hugsa rjóman sín Svo þægilegt Erðu Hvað heitir stærsta borgin í Bandaríkjunum? Jórvíkursýsla Já, þetta er Jórvík Já, Jórvíkin Yorkshire Ég var að leita að Yorkshire pudding en þeir hafa 8 lið í Premier League og nú Leeds komið aftur og þetta er mikið fótboltasvæði sem má muna sinn fífil feguri Förum í boltan Förum í boltan gerum það með landlagsinnum frá Samherja það er þungt yfir Dóttor fútból í dag þó að sé létt yfir Samherjamönnum eins og alltaf því að Það er alltaf létt yfir þeim Já, það er ekki létt yfir Dóttor fútból núna eftir hennan leik Víkings og Brøndby Ég var farin að sjá það í hillingum að við varum að slá danslið og geta svona aðeins sett kassan út á móti þessum dönum sem þekkir allt og mikið af hins vegar mættu Víkingar ekki með neitt plan til Danmörku ok, strókar, þið horfðu á leikinn hver var pælingin? Hvað voru þeir að fara að gera þarna? Leðu stjörnunni fyrst að tala Já, Henry tekur þetta, Kanu kemur svo Mér fannst þeir vera með plan til að byrja með Mér fannst þeir vera nokkuð þéttir Svo kemur þetta rauðaspjald á 18. mínútu 18. mínútu, þú veist, og 3 mörkum yfir og þegar rauðaspjaldi kemur á 18. mínútu þá fannst mér hins vegar planið fara svolítið út þúr og þá fannst mér ef eitthvað er Brøndby svona, þú veist, ég meina Víkingur er meira með boltan heilt yfir í leiknum sem er ótrúlegt en náttúrulega skapa sér bara eiginlega ekki neitt og varnarlega mjög tætt og þú veist, leikmenn sem við höfum bara ekkert séð mistiða sér svona harkalega, ég meina Oliver Ekroth sem hefur nú verið bara einn svona besti hafsend íslensku knattspyrnunnar síðan hann kom hingað til liðs við Víking þetta var líklega hans lagasti leikur, hugsa ég, fyrir í Víkingstreyjunni. Já, sko, hann er nú búin að eiga bara frekar slaft sumar, heilt yfir miða við hvað hann hefur sínt síðustu tímabölum, hann er búin að eiga vont tímaböli bestu, hann hefur náð að gera þessu upp sérstaklega í fyrirleikinu með Brøndby, en það er sko svolítið vendipunktur í þessu er þetta mark, að fá líka þetta mark á sig upp á tímanum í fyrrháleik og það er svo gjörsamlega fáránlegt mark, hvernig hann stendur hann að einn í þessari fyrirgjöf og fer bara stangan inn og svo verður maður að horfa bara þessa ákvörðun hjá Sölva að vera með Pálma í markinu þessum leik hann er búin að gera hann aðalmarkmanni og maður veit að það er út af spyrnugetu hann vill eitthvað svona, hann er komin enn einn leikþáttur með það að markmaður á að geta spila út frá marki og opna fyrir í uppspilinu en í þessum leik þessi leikur snýrast aldrei það að vera með markmann sem getur spila frá marki Ég veist líka sko að því að þetta er strákur sem er að fá markmannstjálfun á hverjum degi ákveður kommittir hann sér svona rosalega nærstöngina hérna í öðru markinu hleypur svo þvert yfir marki og er ekki komin í neina stöðu og skoti kemur beint á hann og hann lemur hann inn og maður bara svona horfða á þetta bara hvernig getur ekki varið þetta og sko skallin í fyrsta markinu ég veit að hann er fastur en hann er samt beint á markið sammálaði með mark 2 en öll þessi mörk eru ótrúlega léleg og að fá sig á þessu stíi minna Karl Freyrir með 2 hann eldir annan í markið 2 staðan fyrir alltaf bara Tarik taka við honum bara frískall á fjær Danni Hafsteins gefur hann að 3. markið eða var það 4. markið en ég bara maður sér það á öftustu línu Víkinga að þeim líður betur með Ingvar í þessu leik og ef einhver ætti að skilja það þá væri það Sölvi nákvæmlega þú veist mér finnst það ótrúlega ákvörðun, ég veit að hann er búin að taka ákvörðun að Pálmi verður aðalmarkmaður en það er aðalega út frá þessum faktor að hann er góður á fótum en í þessum leik snýrst það bara að verja
og láta öftustu línu líða vel og þeim líður betur með Ingvar markinu. Var ætlað einhvern veginn að koma hérna og reyna einhvern veginn að tala allt annað heldur en það, af því að það svona kannski auðvelda útskýringin á þessu. Já, ég er alveg sammála. Það svo sem algjör óþarf að vera einhvern veginn að pæla ómikið í markmannstöðunni því að það var eiginlega ekkert í gangi þarna. Mér fannst bara menn lengi að stíga út á móti mönnum, mér fannst Brøndby fá endalausan tíma bæði fyrir utan og inn í teig, þú veist, svona hreyfingin á varnarlínu, vinna með miðjumönnunum fyrir framann, mér fannst það bara einhvern veginn allt vera sundur slitið og einmitt, og leikmenn að gefa mörk sem að hafa nú ekki verið vanur að stíga mikið af fyrrsporum, sko. Heldur betur. Við ætlum samt að vera kátir að enski boltinn er að fara að byrja, við ætlum ekki að vera eitthvað óþungir en þetta er bara búið. Já, eins og segi, manni fleiri frá 18. mínútu, þú veist, þá hefði maður haldið að svona geta haldið þessu kannski í tveimur mörkum eða í versta falli farið í framlengingu og reyndi einhvern veginn að þreyta laxinn þannig, sko. Ég meina þeir eru bara svo litlir, þegar staðan er 3-0 á 57. mínútu, sko. Já. Árætt. Ég óttaðist þetta hjá Brøndby því að síðasti leikurinn fyrir þennan leik var 2-1 sigur á móti Vejle og þú veist, þar var svona mjög mikið lagt upp úr því, þú veist, þeir skoruðu þarna 22. mínútu, þú veist, þá er farið að fagna allir saman hjá þjálfurunum og það er svona einhvern veginn verið að reyna að búa til eitthvað kemistrið þarna. Þannig ég óttaðist það einmitt að ef þeir myndu finna einhvern smá þef af því að þeir ættu möguleika sem að var í raun og veru þetta mark 0-0 í hálfleik. Það held ég að þetta hefði alveg gengist. Nei, það held ég að það hefði alveg gengið hjá Víking. Já, vendipunkturinn. Ég held að fólk hafi þarna séð sem var að horfa á leikinn hvað Brøndby er. Þetta er alvöru klúbbur, þið sáuð gulu treyjurnar í stúkunni, það er passion þarna. Slum fara og færa ykkur set HS Orka með Doktorfútból. Já, nú verður Orkan frí til út október á nóttunni. Þannig að fyrir þá sem er að mæna, það eru góðar fréttir, HS Orka kíkið á þá. Talandi skítköld lið, Breiðablik, gátu ekkert í gær. Talandi lið með ekkert plan á leiðinni í Evrópuleik, Breiðablik í gær. Þeir einhvern veginn mættu í leikið, ætlu að gera eitthvað og svo ætlu þeir að byrja að spila fótbolta þegar eitthvað ákveðið margar mínútur var liðnar. Ég veit ekki hver pælingin var en útkoman algjör hörmung. Nei, þetta stendst nú ekki skoðun hjá þér. Hvert var planið? Planið var klárlega til að byrja með hlýtur að vera svolítið þéttir tilbaka. Þeir byrja í raun og veru með 5-manna línu eða svona þannig. Það sem að, þú veist, Valgeir var mjög duglegur að íta upp og Kristinn Jónsson líka en enga síður, þétt svona 5-manna lína í varnarlega, 5-4-1 og ég hugsa að það hafi verið planið mitt að svona sjá aðeins hvernig leikurinn þróast og íta svo að play. Vá, sniðut. Já, eins og segi, það var plan alveg klárlega en hvort það hafi verið rétt plan er annað. Við getum ekki sagt sko, en þetta plan náttúrulega virkaði úti. En það sem að Breiðablik hefur náttúrulega verið að gera í heimaleikjum eins og við sáum bara á móti Ignati og svona, það er bara að stíga full force á liðin, pressaðu hátt, vinna boltan framalega og það er svona þessi Breiðabliksleið í þessum Evrópuleikjum að fara bara í sinn bolta og sérstaklega á Kópavog. Þetta var allt og passíft. Maður skilur þetta úti og fín úrslit. Já, frábær úrslit. En að fara bara aftur í eiginlega bara nákvæmlega sama uppleik heima. Að sko við sáum það, þeir lendu tvei mörkum undir, breyta, fara í 4-mannalínu, keyra á þetta. Þá dómineraði leikinn. Dóminera. Þetta er bara mistök hjá Dóra, allt og passíft. En sko, ok, getum alveg skrifað eitthvað á Dóra, skiptir ekki máli. Það var að skrifa til nýjan samning. Já. Það sem að er hins vegar bara, þú veist, ljóti og sári sannleikurinn í þessu það að Breiðablik skapa sér ekkert fram á því. Margir þjálfarar meðal hans Pep Guardiola talaði það að svona vægi þjálfarans er hvað mest aftarlega á vellinum. Það er að segja í uppspili og að koma boltanum og progressa boltan fram á því. Þegar það er komið á síðasta þriðjung, þá er þetta svolítið, þá þurfum við svolítið magík frá einstaklingnum. Það fekk hann ekki frá Óla Vall. Það fekk hann ekki frá Tobias Thompson. Ágúst Orri vissulega var að reyna og mér fannst hann svona kannski einn af ljósupunktunum í Breiðabliksliðinu í gær. En ég meina Breiðablik skapar sér lítið sem ekki neitt fram á við fyrir að komið á sko 50, 60 mínútu eitthvað svoleiðis. Og þetta er það sem hefur verið stefið undanfærið hjá Breiðablik. Ég meina hvenær skoraði Breiðablik síðast úr opnum leik?
Þeir eru búin að fara í 5 leikir og án þess að skora Síðasti leikur held ég á móti KR í Þeir eru rosalega kaldir, Albert. Mjög kaldir, Tóbías mjög þreyttur. Tóbías því miður, já, einmitt Óli Valur hvað er með 3 mörk, maður hélt kannski að myndi kveikna á henni þannig að skora afturöldingu Ágúst með 1 mark. Þeir eru virkilega kaldir, þeir komast í stöður en þetta er virkilega þungt í þessu leiksand, maður horfir líka bara á mörkin sem þeir fá á sig þessu innví Óli Valur í þessu marki. Já. Þetta er bara óafsakalegt, þú veist, af hverju stendur hann ekki upp? Hann liggur hann er að velta sér með þeir stempla blikana og markið kemur. Og þetta sjálfsmark er alveg stórfurðulegt sjálfsmark. Já, mjög furðulegt sjálfsmark og einmitt, Óli Valur því miður ekki alveg fundið taktinn og Þeir byrju talað mann sem ekki fundið taktinn á þessu tímabili, hann Arnór Gauti. Hann reyndar kom frábærlega inn á í gær. Nei, bara leitt henda sér út af sér. Já, það var svo sem það var mjög skrítin ákvörðun bæði hjá dómarunum og reyndar hjá Arnór. Nei, það er ekkert skrítin ákvörðun. Seinna gulaspjald. Ég meina, leikurinn er farin. Já, skrítin ákvörðun hjá dómarunum samt. Leikurinn er ekkert farin. Jú, þetta var ekki 93. mínútu. Það var alveg 3-4 myndir eftir, sko. Ég var að horfa á Supercup daginn, sko. Það var alveg 3-4 myndir og lókutum punkt og það hefur verið framlíking. Arnór Gauti var mjög öflugur í þessu leik en ég sammála þér að síðustu innkomur hafa ekki verið upp á 10 en þú veist, vandamál Breiðabliks liggja á sóknar þriðjungi. Ok, burt með meðvirkninu. Hvað mennur meðvirkni? Ég er bara að segja. Þeir gátu ekkert, voru ekki með neitt plan en neitt, bara íslensku fótbolti er í lás aðstoðarþjálfarans. Við sjáum þess að Víkingar voru latir, þeir réðu Sölva. Sem er frábær náungi, indisleg manneski og allt það, en þeir hugsaðu bara látum bara aðstoða þjálfara að taka við þessu, eitt ferli er erfitt og veginn að finna þjálfara, Blikar gera það sama og eru þarna með aðstoða þjálfara að þjálfa sig. Mér finnst þetta, Túfa sem er búin að fara the hard way í gegnum þetta, hann mun bara taka það á lokasprettin, hann mun taka báða þessa gæja og pakka þeim saman. Ég hef bara, mér finnst þetta algjört rast, mér finnst þetta rast það sem ég sá í gær, báðum þessum liðum. Við höfum talað það hér stefnuleysi íslenskara liða. Ég er mjög ánægður með það. Stefna var þarna. Stefnan er væntanlega svo að halda áfram því sem er búið að vera að smíða í þessum félögum. Hvað er verið að halda áfram með það sem Óskar var að gera þarna? Finnst þetta Óskar að minnum þetta eitthvað Óskar? Nei, að einhverju leiti, jú. En er þetta strategískara og á svona aðeins varfarnara? Já, í sumum tilfellum já. Þetta var bara ekki neitt. Ég var að horfa hana leik. Það var ekki neitt. Þeir sóttu frábær úrslit úti og ætluðu að fara í sama plan. Þá ætluðu bara að fara að vinna og kópa úr sér. Já, ég er alveg sammála því, en þetta var plan enga síður. Plön ganga stundum ekki upp. Ég ætla stundum að skafa af mér nokkuð kíló svo kannski bara detti allt í hennu út af vagninum. Það þýðir satt ekki einmitt, þannig að þó að plani gangi ekki upp að þá var þetta samt plan. Það væri annað ef að þeir hefðu einhvern veginn komið í sama systemi. Víkingarnir voru með planlausir fannst mér. Mér fannst bara báðir þessi leikir í gær því að þú ert búin að hafa mikla ágjur af dönskum fótbolta eða eitthvað líka. Ég er bara alveg verulegar ágjur af því sem er í gangi hérna. Mér finnst þetta vonlust á báðum liðum. Já, ég er sammála og það var að tala hérna með sérstaklega eftir fyrirleikin í báðum þessu leikjum að íslensku fótbolti væri bara búin að bæta sig greinlega, en samt heilt yfir, minna Víkingar, hvað var Ignatia sem fóru í framlengingu gegn undan? Nei, það var annar lið frá Það var Blikar sem fóru gegn Ignatia, já. Blikar fóru gegn Ignatia. Já, en þú veist, það var lið sem átt að klára bara í 90 mínútum. Þessi 2 leikir, 70 mínútur manni fleira móti Bröndby, ekkert plan. Þessum leik, ég meina, Gunni, þú getur talað með að það var plan. Planið var samt bara að verjast. Það var ekkert plan að keyra á Mústar. Það er flott að taka fyrirleiki með það plan. En þessum leik, það gerast ekkert fyrir Kitty Steindórs kemur inn á og þá fara þær eitthvað með að spila svona það sem Breiðablik stendur fyrir. En hitt var bara eitthvað allt og passíft bull. Hvar var þessi Dóri sem fór í Vesturbæinn og þetta er bara Blikar? Þetta er bara... Já, hann er bara með aðra nálgun í Evrópu. Það er ekki þar með sagt að hún sé röng. Ég meina, hann náði frá brúslið. Ég meina, Ignatia-leikurinn var frábær. Hann gerði ekki, hann kastaði fyrir úrslitum frá sér með að fara í þetta upplegg í þessum leik. Já, algjörlega. Ég meina, það eru margir fylgjandi því að Breiðablik... Sirínski Móstar. Hjörvar. Þetta er ekkert eitthvað undralið, sko. Ok, þú mátt alveg tala um þetta lið sem eitthvað frábært lið. Þetta er bara mín sko. Mér finnst þetta bara lið ekki geta neitt, sko. Af hverju náðu þú jafntefli á móti Aston Villa? Það veit ég ekki. Ég veit ekki á hverju F náðu jafntefli á móti Aston Villa heldur. Bara hluti gerast. Það er nokkur ár síðan. Hluti gerast. Af hverju vinnaði Rasmus Alkmaar?
Það veit ég ekki. Þetta voru engin undrabönd. Ég var alveg til í að spila bara afturvita lið. Ég get sagt að ég get lofa eitthvað því að leikmenn eftir leik, sérstaklega eftir þeir fóru bara að spila hérna bara sinn bolta, þeir hugsa eftir leik bara, hvað voru að gera? Hvað var þetta? Af hverju voru að leggja upp leikinn svona? Af hverju spilum við ekki bara okkar bolta og trúa að við erum betra að lína þetta? Því að þú ferði 5 manna vörn, þéttur, þá ertu svolítið að segja við þína leikmenn að þeir eru underdogs, skilur við. Ferð svolítið lítill inn í leikinn þannig. Búm. Förum höldum áfram. Bíkó byggingarverslun Kópavogs, þó að sé grátt yfir Kópavoginum í dag, þá eru menn glaðir í Bíkó. Þeir fá Virtus frá San Marino í umspili fyrir sambandsdeildina. Já, sem ætti að vera notalegt gig. Að vona maður, ég hef komið til San Marino, það ekki stór staður, það svona ein hæð. Já, þeir eru mjög óvænta sigur. Bíkó með doktorfútbólfríðinda klúbbur Bíkó byggingarverslunar Kópavogs og fara stóru sleðarnir. Þeir fara beint út á í vallakverfið góða í Hafnarfirði og ná í bláan boss. Nú var þetta að kaupa tilbúin einingarhús. Væri gaman að ég geti selt eitt tilbúið einingarhús. Hann vill ekki sýna mér það bara hann fór beint í reggalan og pínutexið. Það er svo var ekki. Herði, en allavega þá einhver önnur úrslit drengir úr Evrópukeppninum sem vöktu athygli ykkar. Nú voru íslensku liðin bara þessi hörmungadagur fyrir íslenska mótbolta í gær. Við sáum á stjörnumpritlið AEK í Grikklandi fóru áfram. Hafið séð hverjir komnir þar? Luka Jovic og Antoni Martial og alls konar kongar komnir þangað. Nú Besiktas fóru áfram. Já. Besiktas fóru áfram við förum aðeins nær okkur. Rosenborg slær út Hammarby, vinna þá 1-0 á útivelli, mjög góð úrslit hjá Alfred Jóhannsson og Kó. Brann, okkar menn í Brann, þeir tapa 1-0 fyrir Häcken en fara áfram 2-1 og eru komnir í umspil fyrir Evrópukeppni. Fóru síðast í riðlakeppni UEFA Cup sem undanfari Europa League 2008, þannig að þetta eru alveg söguleg úrslit fyrir Brann. Fleiri úrslit. Eitthvað meira sem að vakti athygli? Nei, Utrecht slær út Servett og hefði þá verið, Utrecht þá að fara að mæta Sininski. Það verður fróðilegt að sjá hvernig sú viðreik fer. Svo komum við bara í íslensku deildina, bestu deildina með kjarnafæði. Gunni, ég ætla að fara að grilla fyrir þig næstu viku. Já. Það að grilla fyrir þig, eitthvað gott. Takka til. Þú manst að ég svo með powerranki, þú manst það? Já, heldur betur. Við tókum það eftir. Taka það fyrir enska boltan hér rétt á eftir. Aðeins að hrista upp í þessu fyrst að AI mættur hérna aftur Kanu á kantinum. Lögararnir gerir þetta oft, þeir hrista stundum upp í þættinum bara. Já, og setja hlutin okkur staðar öðruvísi. Já, aðeins til þess að fá hlustundur upp á tennar sko. Það er alltaf að læra. Já. Földum áfram, besta deildin með kjarnanfæði. Það eru stór umferð, eins og allar umferð eru stórar, 5 leikir á sunnudaginn og stórleikurinn í þessari umferð fyrir mig sem traditionalista þá eru nú á mánudaginn þegar Framar að taka á móti KR-ingum. Hins vegar svona á síðustu árum hefði Breiðablik FH átt nú að vera það. Það er alltaf, aðeins bara frá ykkur þetta stjörnudæmi. Þetta svo áhugavert, Albert. Hvað er í gangi? Maður hefur ekkert skilið stjörnuprojektið núna í, ég veit ekki hvað langa tíma, með þess að hérna okkar köttur Keli, hann búin að fara að hringi, hann búin að vera að bakka upp Jöllaból og svo eitthvað með hann búin að folda, svo aftur að tala Jöllaból, hvort að þið séu, að reyna að byggja upp á ungu leikmönnum og segja, svo bara kaupa þér 3 erlenda leikmenn, Kolk komin þannig inn líka, ég veit það ekki, hvað maður að segja þetta stjörnuprojekt, maður hefur bara ekki hugmynd hvað er í gangi. Mér finnst þetta samt svolítið skemmtilegt, Sierra Leone, þetta framandi. Já, þetta framandi, vissulega. Hvað til dæmis? Þú ert auðvitað í miklum dialóg við þjálfara og aðra þetta hjá stjörnunni, Gunni. Hvað segir stjörnu samfélagið? Ég held að, ég held að menn séu bara svolítið skiptist í svona 2 fylkingar þar eins og í öðrum félagum. Ég held að það sé svona lenskan oft í þessu. Þetta
Eflaust, margir sáttir með þetta og þetta sé mögulega kannski verið að leggja þarna einhvern grunn að einhver áframhaldandi samstarfi við, ég veit ekki, Sierra Leone og eitthvað svona, ég meina við höfum séð þetta á Norðurlöndunum þar sem að það er að koma ungir drengir frá Afríku að æfa með klúbbum og þetta er 24 ára. Já, þetta er ekki ungt. Þetta eru leikmenn sem að eru bara að fara að labba inn í meistarlokkin en við höfum verið að sjá bara eins og þetta Right to Dream hjá Nútseland og annað. Þetta hefur verið að skila rosalegum tekjum í félögin og það eru svona íslensk lið sem að veit ég hafa verið að þreifa fyrir sér á þessum markaði en það þarf kannski að eins og sé það þarf kannski að vera einhver svona ég segi eitthvað svona fastmótaðri stefna í þessum málum ef það á að vera lendingin en ég held að Segir þú hérna Nordsjælland með norskum hreim? Nordsjælland á að segja Nordsjælland Ég hef aldrei heyrt það Nordsjælland Þú kannski komin í norska skólan Ég hef oft heyrt þið segja þetta Ég hef oft pælt í þessu Hvaðan kemur þetta? En þetta er skemmtilegt Ég skal gefa þér það En þetta er náttúrulega risa prófíl sem við sjáum Dan Kerlu Þetta er alvöru prófíl Þannig að það verður spennandi að fylgjast með honum og hefur andað þeir eru með Þorra og í hægra bakverðum en þetta er alvöru prófíl sem er bara þessu Það er svo skrítið að sækja bakverði Þeir eru ekki alltaf stækkandi þeirra hlutverk í boltan í dag þetta er svona eins og að sækja Kani sem er bara frábær í vörn eða eitthvað í körfum ég vil bara fá Kana sem getur tróður ég er svo einfaldur ég var alltaf breiður þegar ég sé hvítan Kana og svo það brjálaður þá ég fyrst brjálaður við svona tippa á þetta með Epic við klífum fjallið við náum í nýja leikmenn og 10 € verða 100 allt að gerast á Epic þessar mundir við ætlum að tippa á leikina þú byrjar Stjarnan Vestri, það eru 4 stóri leikmenn í banni hjá Stjörnunni, ég ætla að henda á jafntefli Hvað? Tökum bara 1-1 á þetta Sko við erum að tala Varren, Þorri, Örvar, Guðmundur Baldvin, allir í banni 2-0 Stjarnan Þú veist það IBVF Valur þú byrjar Ég er að taka auðvitað blöða þetta Ég tek annað jafntefli Hvernig? Já, við tökum 0-0 þannig IBF tapar bara ekki á heimavelli líður vel á nýja teppinu þannig að ég segi 2-1 IBF Afturöldi Káa 1-2 Káa 1-2 Káa, því miður aftur talandi leikmenn í banni Hrannar, Elmar og Bjartur Bjarmi í banni það er bara því miður held ég of þungt fyrir afturöldingu þetta verður 1-2 Káa Ía Víkingur 0-2 Víkingur Engin Viktor Jónsson, Jón Gísli í banni Dino, hans nærvera ekki að bekknum þreytti Víkingar, ég veit það en ég taka þetta, ég bounce back hana ég far ekki getið 6 leiki í röðan þess að vinna ég segi 1-1 Breiðablik FH þetta er 3-1 Breiðablik 2-0 Breiðablik Já og svo er það stórleikurinn á mándaginn Fram KR 1-3 Já, ég held að nú fer þetta að tikka almennilega á KR Þeir hafa ekki unnið 2 leiki í röð í allt sumar Nei. En það var eitthvað í sér framistöðu gegn afturöldingu Já, ég er sammála 2-3 KR menn alltaf jákvæð að KR vinnur 1 leik Það er skemmtilegt þá er bara orðið besta liðið í deildinni og Evrópa býður Sýnir það ekki hvað deildin væri óbáðslega fátæk ef að KR ekki að fara niður Jú ég gæti ekki verið meira sammálaður En hvort heldur að þetta sé? Þú veist, af því að var þetta svona, þú veist, heldur þetta væri svona ef að Greg Ræder væri það? Eða, nei, ok Já, það væri miklu meira Þú veist, Óskar er með rosalega meðbyr með sér Já, ég er að segja það Nei, ég, það væri meiri hitti Hann er stofnuninn á stofnunar Það væri miklu meiri hitti Við slum, eins og halda áfram Við slum kíkja á veðmáladeildina með vinnum mínum í Garðheimum Garðheimar eru góði heimurinn í Breiðholtinu og í Garðheimum farið falleg útihúsgögn fallegu útihúsgögnin fást í Garðheimum farið með konuna þangað og splæsi á hann eitthvað nýtt og fallegt á pallin Nú ef við skoðum 18. umferðina sem verður byrjar á sunnudaginn og þar erum við strax með stórleik Fylki, Keflavík, Njarðvík, Þrótt, HK, Grindavík, Selfoss, Fjölni, Völsung, Leikni og IR Þór. Hvað er stórleikurinn þarna strákar?
Hann er Árbænum. Fylki Keflavík. Hann er Árbænum. Fylki Keflavík. Sko, Albert, við vorum með risa 7 ára afmæli Dr. Fútból í gær, þar sem þú fórst gjörsamlega á kostum. Þar sagður, og ég vona að ég megi kvóta þig, Já. að Fylkismenn myndu falla. Já, ég sagðist vera hrættur það og eftir ég horfði á leikinn til Leikni, ég veit að þú ert búin að tala Leiknisliði svolítið upp hérna, en ég fannst þetta eitt slakasta lið sem ég sé Fylki mæti í sumar og það er að tapa þeim leik, svo horfum maður á prógrami hjá þeim til þessi leikur sem er núna móti Keflavík, Grindavík úti, HK úti, Völsungur heima, IR úti, bara taktun í Fylkisliðinu, þeir voru miklu betri 85 mínútur. Það er ekkert sjálfstöðstur í frammarkið og svo sáum maður það er 5 mínútur eftir að það voru allir honum skítrættir að myndi fá tilbaki sem gerðist. Og þú veist, ég veit, það er mikið búið að tala um Völler. Það er svo easy take þegar Völler, af því að hann er einhver tónlistarmaður. Mér er bara drullusam með það. Hann er ábyggilega í þærlegri vinnaldur en flestir með fótboltanum, sko. Mér er drullusam með það. En maður horfir á lykilpóstana í Fylkisliðinu sem eiga að koma þessu liði eftir upp. Ólafur Kristófer, held ég er besti markmaðurinn sem er deild. Hann ver ekki skot. Hann er búin að skelfilur. Ragnar Bragi, I love that guy. Já, en þú veist, hann er búin að vera að fá ógeðslega stjúpid rauðspjöld. Ég svitna bara á þetta, sko. Þetta er bara að minni mig á þegar ég fekk hjálmar og Fylkistekinn og Nei, menn Ásgeir Eyþórs, Orri, eini gæinn svona sem átt að sko bera þetta liðið uppalinn leikmaður, Emil Ásmund, það er eini gæinn í þessu liði sem er staðandi væntingum. Og svo eru þessu ungu efnilegu strákar, þeir eru ekki að höndla þessa pressu. Theodor Ingi, hann aftur að ná langt, hann bara, þú veist, þeir eru ekki alveg að höndla þetta. Og Þóroddur mögulega að fara? Já, það var ekki orðað við vestra. Sko á miðjum 10. áratugnum, bara svo við tökum þetta, að því að við erum að tala um gott lið sem getur verið á leiðinni C-deild, þá voru Víkingar að fara að falla niður í C-deild, það að segja, og þeir björguðu svo einhvern ævintýralegan hátt á síðan tíma. Ég meina, við höfum ekkert séð svona stóran klúbb fara niður eins og Fylki, þegar Stjarnan var ekki 1 eða 1 þegar þeir fóru í þetta niður 2005 eða 6 eða hvernig síðan það var. Fylkir er náttúrulega tvöfaldir bikarmeistara. Fylkir var í kringum aldamótin að mínu viti kannski fyrir utan KR á þeim tíma flottasti klúbburinn á Íslandi. Það er að segja að þú veist, þeir var alltaf geðveikt starfið og fórst upp í Árbæinn og alltaf fullt að liðar. Getur hann að starfa alltaf í Árbæinn? Getur hann að kaffi góða? Alvöru kúltúr í Fylki. Mér fannst alltaf mjög skemmtilegt að fara líka á leiki í lautinni, þú veist, bara svona geðveikt einhvern veginn, svona game day experience. En sko, fyrst að við erum að tala um veðmáladeildina, Fylkir fyrir tímabil, ég fór að skoða þetta, Fylkir fyrir tímabil var með lægsta stuðlun á það að fara upp. Ég myndi halda stuðluna á að Fylkir myndi falla, sé bara í kringu það að Leicester verði englandsmeistari. Þetta er bara svo að fólk átti sig á hversu ótrúlega. Sko, ef einhver hefði sagt þetta fyrir móti eitthvað og hefði sagt eitthvað, ég ætla að spá Fylkismönnum fallið og ég gerð bara svona, verður að fíblast bara trúðalæti. Þetta er bara gjössalega fáránlegt. Þetta er bara gjössalega fáránlegt. Ég held að þú er bara búin að vinna nýliðana sem kom upp í deild. Völler kom inn til þín. Hann var þvílíkt peppar, ég er að fara í Fylki í lengjudeildinni, bara svona fara að vinna leiki aftur. Ég finn til með kallinu. Hann lítur með eitthvað besta vinnprósentu bara. Hvað segist á sí-prófillin? Hann droppar. Hann droppar. Sko, þessi sigur á Selfossi var risastór. Þeir koma sér núna í smá buffer frá þessu neðstu 3, en ég ætla samt að segja það, Fylki fellur ekki. Þá ertu bara að senda mína menn í leikni niður. Já, ég held að Leiknir og Fjölnir fari niður. Þeir verða að vinna þennan leik. Já, þeir 100%. Fannst þér Leiknismenn lélegir? Þeir eru ekki lélegir þarna á... Þeir voru hörmulegir. Hörmulegir, það er ótrúlegt að Fylkir að tapa þessu leik. Það var svona... Það var svolítið falskt flagg. Já, ég veit ekki alveg. Ég veit ekki hvað ég var á. Nei, en Theodor Ingi aftur í liðið, það er bara galið Arnar sé að setja hann á bekkinn, sko. Heyrðu, er ekki Theodor Ingi, þannig að það sé á hreinu, hann er strákurinn og víti í Vestmanni. Hann ákvæða hann, toppdrengur. Og hann er einn af okkur hörðustu í Arteta-salmi. Já. Við höfum alveg farið við það. Gerði drengur. Við höfum alveg farið við það. Sony sjónvarpinn fást í ofar, við ætlum að tippa á þetta með Sony 65-75 eða 98 tómur tæki, það er bara þú sem velur. Við erum svolítið að tippa. Já, ég er svo gaman að því, mér er svo gaman að heyra hvað þið haldið, því að nú ætlum ég að leyfa þér að byrja og það er Fylki Keflavík. Þetta er 1-1. Ég verða að fara í Fylkisigur hana, ég ætla að taka bara núna dettur þetta. 3-1 Fylkir. Sko, þú verður Old Trafford þegar þetta er í gangi, þannig að þú verður mikið í símanum. Það verður góðu dagur Old Trafford. Já, Njarðvík Þróttur. 2-0 Njarðvík.
Jarðvík, Þróttur, Þróttara sterkir að vega þetta í jafntefli, tökum 1-1 þarna. Sko, ef að Gunni Brendi vinnur þetta, þá getum við nú bara að fara að grípa í spaðan á honum og skorum til hamingju. Rosso Biancos á móti Grindavík. Þetta 4-1 HK. Nei, þetta 3-0 HK. Selfoss Fjölnir. Sko, Fjölnismenn ekki lélegir. Nei. En þetta ég held að Selfoss endalega bergi sér frá fallið þarna 2-0. 2-0, ég hendi, þetta verður markaveisla. Það mörk í leikjum í Fjölni núna. Þetta 4-2 Selfoss. Völlarar á móti Leikni. Völlarar vinna það. Já, það vinnað 3-0. Fyrir mér það, þú veist, ég fara alveg á móti þegar Hjörvar að Leikni aldrei, þú sagðir að Leikni aldrei falla. Mér finnst það öruggasta liðið til þess að fara niður og Völlarar að taka þetta allt þægilega 4-1. Það eitthvað Leiknisljón í mér. Það lifir. Ég skil það mjög vel. Svo það í góða heiminum í Breiðholti rétt hjá þeim. Það það IR á móti Þór. Íringar aðeins gefið eftir. Þórsarinn heitir. Þórsarinn var miklu betri en Völararnir mínir, sko. Já, ég held að þetta verði þægilegur 2. Þetta tökum 1-4 Þór. Tókst þetta fram úr. Ég skil það mjög vel. Kann nú að missa sig. Ég skil það mjög vel. Þetta 0-2 Þór og Óðinn Svan verður hérna eftir leik einhvern veginn með bindið á hausnum og ég sá hann taka Mr. Brightside í karaoke kvöldi sem það unnu hérna Völararna. Kvöldi sem unnu Völararna. Hann verður að haga sér samt. Já, hann verður að haga sér, það alveg rétt. En við ætlum að fara að kíkja á enska boltan eftir smá. Þetta að byrja í enska boltan. Fyrst ætlum við aðeins að powerranka með dynout.is. Veitu hvað hún líka með? Hún Inga? Sinna. SINNA.is. Sinna? Já, sem að, já. Það ég tjekkið á því. Alvöru app og allur pakkin hjá henni. Já. Herri. Hljóma vel. Það powerranka fyrir þig. Hvað ætlar að powerranka? Ég var ekki eins og múin að ræða það. Nei, þú varst ekki múin að ræða það við mig. Sko, sá náttúrulega bara byggja, en kannski ekki sem stærra, að við erum að fá Albert Brynjar aftur. Já. AI. Já. Og það endurkoma. Já, hættum þetta Albert hér. Já. Þú dættu með AI. Ég ætla að vera með top 5 endurkomur. Top 5. Ætlar ekki að vera með betta undir. Remontada. Hvað með það? Herri, nú 5, þetta eru mínar uppáhalds endurkomur, bara svo að það sé, þetta ekkert eitthvað undeniable stuff. Herri, það Henry í Arsenal 2012. Það alveg svona, það snerti mig alveg djúft, sko. Markja móti Leeds. Þegar Alexander Song sendir hann inn fyrir. Fenginn inn fyrir Gervinho og Chamak sem voru á Afrikukefni. 4. Herri, númer 4, þetta þú veist, aftur hits home. Petter Northug, svona the bad boy of skiing, norskur skíðagöngumæður. Hann var svolítið fyllir í standa á honum hérna í sumarmánuðum hérna 2014. Klessu keiri bílinn sinn undir áhrifum. Árið seinna, mættur á heimsmeistaramótið 4 gullverðlaun. Takk. Ég held að það væri svona minnst í drykju og vesenið væri á skíðagöngu og svona allt. Já, það er nefnilega þannig. En hann var svona, hann var the odd one out. Hann var bara 2020, þá var hann verið að nappa hann í einhverju neyslu og eitthvað svona. Númer 3. Herri, það söngkonan Cher. Sko 80s þá held allir að hún var í Game Over. Kemur hún 98 með Believe sem í raun og veru upphafið að autotune-byltingunni. Do you believe in love after love? Þú ert svo óláður. Endurkomur og Cher í 3. sæti. Cher í 3. Mér fannst hún aldrei Sonny Bono, ég vil hafa hann með. En það nú bara ég. Númer 2. Númer 2 Tiger Woods 2019 þegar það tekur Masters. Ég held að það sé nú bara svona. Það einhver svona sterkasta íþróttaminning held ég bara sem það á, sko. Eini majorinn hans eftir eitthvað eftir að hann var 34 eða eitthvað. Já, eða sko, náttúrulega kannski aðdragandinn að þessum major. Þar að segja, þetta vesen á honum utanvallar, endarins meðsli, bakmeðsli og annað, koma tilbaka. Og golfi kannski smá lægð þarna, hann eða. Já. Ertu að gera lítið? Herði númer 1, það Jesú frá Nazaret. Það Jesú, þegar hann reis upp á 3. degi og það var alveg endurkoma. Það snerti mig að þann dag í dag. Já, og þegar maður lesi í bókina góðu, sko, þá maður margótt lesið gegn þá endurkomu. Þannig að Jesú frá Nazaret á fyrsta sæti. Það hefði verið gaman að sjá svipinn á Júdasi þegar hann mætti. Hvað við ekki hérna það? Það hefði verið gaman. Sá helvítis. Hvað finnst þér þetta, vinnur?
Hann á ekki neitt inn í hjá mér sá. Herðu, var DG ekkert nálega þessu lista? Hann tók sér nú frí í fótbolta eitthvað í... Eitt ár. Já, reyndar. Góndi 4 tína. Eða endurkoman að sá Old Trafford núna síðustu helgi. Hann var reyndar óöfni fyrirgjöfinni. Hann datt með eins og mátur svo sterkur. Við slum fara í enska boltan með Volt. Já, þú pantar, þú nýtur lífsins og svo getur þú færðast með Volt út um allt. Þegar þú ert í heimsókn og vinninum og vondum matur heima á honum. Voltaðu bara mat heim til hans. Kemur Volt-bílstjórinn og konan horfir á þig. Panta mat? Já, við líst ekki á það sem út með bótunum. Fyrsti leikurinn í kvöld Liverpool á móti Bournemouth svo sem ennþá býðum eftir því að Alexander Isak hvað gerist með það allt saman við svo sem teljum, við ekki allir þar að hann endar í Liverpool? Jú. Og ábúinlega eftir Newcastle leikinn bara til þess að gera ekki alla brjála. Mér finnst þetta vera kjöri tækifæri svo ég segi það enn og aftur fyrir Newcastle að standa í lappirnar og sína að þeir séu ekki a pushover club. Þeir eiga líka peningarna til þess að vera ekki pushover club. 100%. Já. Þannig að akkur segja þér ekki bara, þú skrifaður undir samning, þú ákvast að skuldbinda þig félaginu næstu árin. Þá virkar það ekki þannig að þú ferð bara í eitthvað verkfall og við hleypu þér til samkeppnisaðila. Heldur betur. Nei, það er svo sem, en hann endar samt í Liverpool. Það endar alltaf þannig. Strákar, getur þið séð einhver ljót úrslit þarna? Að þið verðum búin að tala að það ekki smá klúppar sem að vera að vesla þessar bestu leikmenn af Bournemouth. Getur þú séð eitthvað ljótt á það? Ég held að Tottenham geti unni Burnley svolítið stort. Nei, ég er að tala um Liverpool Bournemouth. Já, ok, þú ert að fara ég er að tala um fyrsta leikinn, sko. Nei, þetta bara... Þetta verður mjög þægilegt. Tveggja marka sigur. Nei, ég sé þriggja marka sigur. Þetta er svona 4-1 sigur. Mjög þægilegt. Já, þetta verður held ég nokkuð þægilegt. Kannski aðeins að fantasy-liðinu alltaf kaftina Sala. Þið með alveg segja mér það. Við slum gerum inn á Dr. Fútbol-deild. Kaftina Sala. Dr. Fútbol-staff. Ég held ég sé að fara að halda með Haaland frekar, sko. Ég hef eftir að byggja bliðið mitt, sko. Ég er það viltur í þessu. Af hverju ekki bara triple-kaftina? Af hverju ekki bara opening day, 2 mörk og stóla? Já, ég get sagt þér eitt, Gunni. Þú vilt býða með eftir einhverju double game week. Þetta í triple-kaftina er Saka fyrir það sem það manni að ég var að fara á leikinn. Ég er svo viltur í þessu. Svo hann í tómu vandræðum í leiknum. Já, hann var það reyndar. Sjá Liverpool, Bournemouth, þetta er opnarleikur. Ég meina, mjög spennandi að sjá Florian Wirtz auðvitað. Það fengum að finna lyktina af þessu öllu saman á sunnudaginn síðastliðin þegar Wirtz sem laði upp marka og ekki teki ég hef ennþá eftir hann fullkomna ekki teki, hvernig hann segir þetta? Já, ekki teki. Sko, þú verður eitt í þessu. Þú verður að hætta með ennið í Stephen Kolker. Já, ég segi Kolkner. Já. Kolker. Já. Takk fyrir það. Já, verður bara að hætta. Hjá eftir þessu ger bara, sko, Stephen Kolker. Mér einhvern veginn líður þannig núna eins og ekki teki gæti mögulega orðið, sko, mikilvægara púsl fyrir Liverpool heldur en Florian Wirtz. Já, nei. Ég held að Florian Wirtz eigi bara svona miðlungstímabil. Og hefur meiri trú ekki teki gerir? Þetta getur skelvilegt klippa. Ég hef ótrúlega mikla trú. Ég sá markið hjá honum í æfingarleiknum daginn og svo sá ég einhver highlights frá honum. Mér finnst hann bara að lúka helviti vel. Já, æfingarleikir. Já, ég veit það. Já, ég veit það. Gunni, þetta er gæði sem búin að eiga eitt gott tímabil. Ég veit það. Eitt gott tímabil. Ég veit það. Ég veit allt um það. Já. Og þú voru að taka æfingarleik. Já. Okay. Ég held bara eftir að fitta betur inn. Já, þetta verður ekki ég laka til. Það var gaman að horfa á leiklun 7 kvöld á sín sport, svo þetta á laugardaginn vel að Newcastle og svo þetta Doxon sem tekur við þar á eftir og Tottenham verður þar með leik þar sem að Hjálmar Örn ætlar að vera. Við erum líka með augun á Championship-deildinni þar sem að Willum og félagar mæta Blackburn sá leikur í beinni og verður með öll mörkin úr þeim leik líka. Auk þess þýski bikarinn og það spænski boltinn að byrja og svo verður að spila í Norðurlöndunum og verðum út allt. Svo sundaginn Chelsea, Crystal Palace, Nottingham Forest, Brentford og svo stórleikurinn Manchester United, Arsenal þar sem ég og Albert ætlum að vera á sín og já, þetta verður einhver leikurinn 13-faldir úrvalsdeildarmeistarar Manchester United að mæta þarna þreföldum meisturum Arsenal. Já. 21 ára af sársauka hjá Norður Lundúnarliðinu. Harð neita að tapa fyrsta leikideild. Gjörsamlega harð. Já, við munum eftir Brentford. Já. Það var svakalegt. We are just a bus stop in Hounslow. Þessi leikunum fræ. 1 tap í síðustu 6. Já, það er ekki bara, já, vá.
ótrúlega tölfræði Manchester United hafa svo sem verið að leika sér sem fyrsta leik yfir þetta vinna þægilegan 1-0 sigur Wolves í leiknum fræga hérna 2023-4 svo þetta leikurinn á móti Fulham í fyrra þessi 1-0 á föstudagskvöldi undir ljósun þetta var tveir hörmulegu leikir hérna ekki segja mér byrjar Casemiro Já, því ég veit skil alveg að einhverju sjöfaldur Evrópumestari það sé ekki það sem hún vildir heyra maður sem þekkir að vinna Hefur ágjör á svona leik? Ég hef nefnilega engar ágjör á svona leik Nei, ég hef ekki nokkra einustu Ég myndi að fara með Hjörvar á öllin sko, ég það litla ágjör Við hefum einu sinni áður farið á hana leik og ég svæfði þig sko 3-2 sigur United sko Ronaldo í aðalhlutverki Það er breytti tímar Þetta verður mjög þægilegt Gabriel, ég held að spáðu Gabriel verður með 2 í þessu leik Föstleik hættir ég takk Hvernig líður þér núna svona ef við tökum allan bandir til hliðar sko að því að við Albert höfum farið í gegnum nokkra glugga þar sem við erum orðaði við hinn og þessa og svo verður lítið sem ekkert úr því og við einhvern veginn förum í hilluna fyrir neðan og sækjum eitthvað til að byrja með í glugganum er þið orðaði við Emiliano Martínez svo er þið orðaði við Donnarumma hvorur þeirra er að koma Ég held að þeir bara meti það þannig að bara, ég held að Ruben Amorim og hans teimi meti bara ónanna þannig að þeir vilja hafa hann í ramanum Já, ert þú sammála því? Ég er ekki endur að sammála því en ég maður verið að treysta stjóranum hann er ráðan í starfið þannig að nei, En þú treystir ekki þeim sem voru alltaf að stilla upp De Gea? Nei, þeir treystir þeim ekki alltaf en sko málið er þetta að þú veist, Donnarumma er leikmaður sem Arsenal hefði líka átt að taka Arsenal átt að taka Donnarumma alveg bara klálega ef þeir hefði ég er sammála því Liverpool hefði að taka Donnarumma ég veit ekki með það mér finnst að öll þessi lið af þessu stóru 6 við tökum það öll liðin hefði átt að reyna að nema kannski Liverpool Liverpool átti klálega að taka hann hinn bara að fara til Saudi sko, ég sagt þér það að Gigi Donnarumma vinnu meistaradeildina ég skal bara sýna í Doxon á morgun vöslur sem hann átti í leiðinni að meistaradeildartitlinum já, minna Varslan frá Öðegard fáraleg, hún situr ennþá í mér sko. það voru svona 4 vöslur frá honum hérna, í Fraklandi í fyrirleiknum þar sem að hann hélt PSG inn í einvíðinu en það er náttúrulega, maður hugsa út í það að Enrique er að losa við hana því að hann fittar ekki þú veist, hvernig hann vil spila frá marki og alltaf bull og Pep er að taka við honum stemmir ekki alveg, en það segir bara hvað hann er fáralega góður shotstopper, hann er ekkert slakur bóttan fótunum, en hann er kannski ekki það góður að þessi markmaður sem Pep hefur yfir tekið, sko. En geggjur og löpun hann er reyndar 1.63 en geggjur og löpun frábært, hvað er með markmann hérna nei, hvað er bara með alveg markmann getur varið og tekið bara fyrirgjör þetta er svo helst kjaftaði þetta er svo helst ef ekki að bara veist hvað, ég er í einhverjum tipstuði tipum á þetta með Epic Gunni á móti gestum, já Gunni er stóra nafni hérna láta Albert Gunni, þú ert stóra nafnið gerum þetta með Epic klífum fjallið góða byrjum á stóra nafninu í þessu öllu saman Gunnari Birgisinni ég er ekki sammála á stóra nafninu jú, látum stóra byrja Það er bara svona Þú getur ekki labbað þetta beint Nei Ok, byrjum þetta á þeim stóra Gunni, þú byrjar Liverpool, Bournemouth 3-1 Liverpool 3-1 Liverpool segir svo stóri Kanu bætir einu marki við þá bara 4-1 Liverpool Aston Villa, Newcastle Er þið byrjað þá núna? Nei, fyrir Stóra nafnið og svo kemur Kanu Þetta er 2-2 2-2 Sko Nei, Aston Villa vinnur þennan leik Þetta er 2-0 Aston Villa Sko, er það ekki rétt hjá mér? Emiliano Martínez er ekki þessum Hann er banni Það er svona held ég að vinna ekki Jú Það er engin ísekan að Gordon Alja Dier Rólur aðeins Francis Jeffers Slaka þér á Herru, nú skulum við bara slaka Nú slakið þið á Rætt og múlum Vá Ég ætla að segja 3-1 Brighton Þetta er jættibli 1-1 Sunderland, Vestham Þetta vinnur Vestham 0-2 Þetta vinnur Sunderland 2-0 Tottenham, Burnley Þetta er 5-0 Tottenham Þetta er sem ekki þreita eftir 3-0 Tottenham 3-0 Tottenham Þeir vinna alltaf City Nei, ég er hlakað til að sjá hann Þetta er 0-4 Manchester City 0-3 City Chelsea, Crystal Palace
Þetta geti hins vegar orðið bras. Ég ætla samt að segja 2-1 Chelsea. Þeir lenda undir. Já, nei, ég þetta verið þægilegt 3-0 Chelsea. Forrest, Brentford. Þeir voru að fá hann Makati eða hvað sem hann heitir þarna. Já, það fengu hann. Já, þetta 0-0. Fá mörk í þetta 1-1. Aldrei að Hákon Rapsja var aldrei hreinu. Já, Hákon Rafn heldur hreinu. Nei, ég heldur Hákon Rafn heldur hreinu. 1-1. Ég vil hlakka til að sjá hvort að Hákon byrja þetta og svo verði faglegir 13-faldi meistar Manchester United taka á móti Arsenal. Ég ætla að segja 0-2 Arsenal. Já, ég held að þetta farið 1-3. Arsenal tekur þetta 1-3. Jæja. Haldið í alvörunni þetta farið svona? Ég held að alvörunni. Við sjáum þið Arsenal á síðustu leiktíð. Þeir tóku skref tilbaka. Nei. Í deildinni. Þeir tóku stórt skref tilbaka. Nei, ég bara ekki saman á því. En þeir eru unnið mótið síðustu 2 árina fyrir. Veðbankar eru með Arsenal sem er alveg mjög klín með stigafjölda. Sko, með stigafjölda, já. Skref tilbaka. Það var tekið skref tilbaka. Saka byrjaði 20 leiki, Ødegaard 26, White 13 sig, Gabriel 28. Það er það sem maður að fokka upp í Arsenal. Já, ég veit það. Það var lukku í þessu eins og öðru. En svo þetta voru þeir heimskir líka. Maður getur ekki endalins vælt yfir dómarunum. Inn á milli voru þeir heimskir, hvað fyrir, 6 rauð spjöld. Ég segir það, ef Arsenal 11-11 vinnar alltaf þennan leik. Ég get þess að alveg trúa að þið gera eitthvað heimskild. Nú skelli geti hendi í ykkur ekki láta mig rifja aftur upp rauðspjöldin sem við fáum fyrir að sparka boltanum í burtu þegar nánast áður en að flöti Áriðum hætti að grenja Leeds Everton. Ég held að Leeds vinni 2-0. Ég held að þetta fari að bli 1-1. Það held ég, þetta er heldur betur þannig. Dóttum fútból er með vinnur sínum í Einar Á. Einar Á eru vinnarar í íslenskum byggingariðnaði. Allir dúkar, allt lím, allur pakkin fæst í Dalvegi, svo er alltaf heitt á könnunni. Færð ráðleggingu þar þó þú biðir ekki hana. Nú, strákar vinnarar í þessari viku erum við með þá, veistu hvað, Tómas Frank fyrir mér smá vinnar af því að þó að hann har tapað þessu þá litið þetta Tottenham-liðið miklu betur út. Já, ég er sammála því. Með svona snöggur að drilla liðið í þetta kerfi. Þeir komur alveg óvart. En við skulum gefa Frankar það. Frankar verður vinnir en það. Já, svona er eitthvað, hann er á réttri, hann er eitthvað góður í ferðalagi með þetta lið. Fleiri vinnarar í þessu öllu saman er ekki Manchester City að þið fá Gigi Donnarumma, er ekki vinnar. Já, gefum Pep þetta. Klárt. Pep var þetta. Algjörlega klárt. Nú, vinnarar í þessari umferð. Ég ætla að fá að henda mínu manni. Kára Kristjáni þarna inn. Minnst hann svona afgreiða eigamennina, smekklega. Það er einhver erjur þar og ég svona skilna bara. En þú ert í íþróttum, var þetta ekki bara verið að teka erfið ákvörðum bara? Jó, það er svona kannski spurning hvernig þú tekur hana. En sko, menn vilja alltaf fá eitthvað sentimental í þessum íþróttum. Nei. Stundum er bara, heyrðu þinn tíðin búinn, við erum bara á nýjan. Nei, já, en það var ekki bara alltaf að segja. Það virðist vera þannig allavega hans. En þú veist, þegar að Arteta tilkynnti Aron Ramsdale, áttur að fá 3 fiðluleikara til þess að spila eitthvað Coldplay-lag með fiðlu. Það er enginn að segja það. Við erum að fá hérna, snýst ekki um því. Stundum er bara fótbolt, er bara svona. Fótbolt er bara svona. Svo einn daginn verður það bara þannig á RÚV, bara, heyrðu, Gunni, það er komið nýtt flavor hérna. Það er Gunni hérna sem er bara betra að lýsa en þú. Ég er búin að lenda þetta í einu svona. Já, ég veist hvað við, þannig að það er alltaf, þannig er bara lífið. Og ég meina, hann er bara að upplega það, þegar þú verður fullorðinn íþróttumar. Ég er bara samúð með eigamönnum að þurfa að standa í þessu. Hvað snýst þetta málsamt? Herru, ég hafði helling skoðan á sem ég hafði samt vissi ekkert málið. Þetta snýst það að svona hvernig viðskilnaður hans við eigamennina var og hann fór í viðtal við handkastið, bara hvert fólk til þess að hlusta á það. Það sem hann fer yfir allan svona fassan í kringum þetta. Manstu hvað ég kendi þér? Já. Með mál að sjá báða hliðar. Alltaf 2 hliðar. 2 hliðar, já. Manstu? Já. 2 hliðar hverjum. Ég veit það. Og ég er búin að tilenga mér það. Þannig að ég ætla að ringja á eftir bara í eyjarnar. Tómas Þóródsson og félagar í Selfossi, þeir eru vinnarar eftir flotta viku. Miðbarinn þar með allt í enska boltar. Miðbarinn er heima öllu Dóttur fútból á Selfossi. Svo förum við beint í Keiluhöllina hér í Grafvoginum góða. Ég ætla að henda Jó Ásbjörnsson. Já, fyrsti Dóttur fútból vottaði staðurinn. Sko, ég faðmaði hann 2 sinnum í gærkvöldi. Ég faðmaði hann við komu og brottför. Það var alveg ótrúlegt moment.
Sáku, við erum ógóðum manneskjur til þess að vera með einhverja lúsera. Það ekki? Jú. Er það bara ég? Sko, ég er með... Ég get alveg verið vond manneska hérna. Ertu með? Bara Dóri Árna. Og Sölvi. Förum að játna. Nei, förum að játna. Þessi aðstoða, ég er sammála. Aðstoðaþjálfara kultúrin á Íslandi. Hætt að kalla aðstoðaþjálfara. Þeir eru aðalþjálfara. Nei, þeir eru aðalþjálfara. Ekki tala vanvirðingu. Hei, þetta eru gaurur sem yngri ég má segja þetta. Þeir eru aðstoðaþjálfara. Ég laka til. Já, það er ekkert örglegt langt í það að verði þjálfara sem yngri. Já. Þannig að ég er sammálaður þetta. Já, það er vína. Ég veit hvað þarf að vera vondur. Epic fyrir að sæna, eða þig líka fyrir að sæna Eið Smára Guðjónsson, stærsta nafn íslenska knattspyrnusögu. Hann ætla að koma tvisvar í mánuði. Ég ætla að ræða það betur á suðu. Já, ég skil það mjög vel, en ég meina það verður að adressa elefant inn í rúm, sko. Já, Eiður Smári ætlar að koma og vera með Dóttarfútból tvisvar í mánuði. Það er svakalegt. Já, það er gaman að því og bara takk fyrir að leiða mér að koma undan hana. Það er vesen að fylgja eftir þessu. Flott, AI komið líka. Ég hugsa bara eftir þess að glugga hjá Liverpool og Manchester United og Dóttarfútból, ég þarf að gera eitthvað. Manchester United. Það þarf að gera eitthvað. Að bera saman gluggan hjá Liverpool og Manchester United. Já. Manchester United er ekki búin að missa Luis Díaz sitt besta leikmann í deildinni, sko. Minnst bara... Eru alveg sannfærður það? Vanvirðingi með Luis Díaz, af hverju ekki? Time out, Siggi Búli sem brjála. Hann er hérna frammi, hann er brjála. Ertu alveg sannfærður það að Liverpool sé sterkar liði ára heldur en vera? Já. Af hverju? Af því. Flória Vitts, Frimpong. Frimpong? Já. Sko, ég ætla aðeins að vara eitthvað við núna. Ekiteke verður skeppna á þessu tímabili. Hann er ekkit eðlilega stæðilegur drengur, sko. Ég held að hann verði skeppna á þessu tímabili. Ok, verður áhvert að sjá hann. Ég ætla að halda á hérna. Já, halda á. Förum í neyða já með Æsver, keirum þetta í gang. Fæ ég einn vinnu til viðbótar? Já. Blöndal? Já, Blöndal fór á Oasis og naut sín. Já. Geðveikt. Neyða já, verður Arteta rekinn fyrir eða eftir jól? Svarið sem getur ekki neyða já. Nei, bara neyða já. Já, Nei, ok. Er 5. braut á Húsatóftavölli fallegasta par 3 braut Suðurnesja? Nei, er það ekki hérna, er það ekki par 3 hérna, er það ekki par 3 þarna Víkin á Leirunni? Er það ekki par 3? Jú, það er par 3. Leiran í garðinum. Ég er bara að spila Grindavík. Leiran er í garðinum. Er það? Það segja margir að þetta sé Keflavík en mitt fólk í garðinum eða Miðneshreppi eins og við gamlu. Mér finnst það flott. Er Alberto Tomba en þá svo besti? Nei, það er rosalega langt saman þetta á skíðum. Er það satt að hvítvískonan sé bara Hjálmar Örn í Dulagerði? Nei, það er ekki satt. Verður hinn slóvenski Calvert Lúin með undir 8GA á tímabilinu? Nei, hann er að tala Benjamin Šeško. Nei. Vinnur Evróparætirinn í ár? Já, þeir eru bara með ótrúlegt lið. Hér er skoðspilið, Gunnar Ari Kristjánsson vinur minn fær Hjörvar ennþá spurningur hvort hann sé Pól Bettany á myndinni Wimbledon. Nei, það gerist ekki lengur en þetta var mikið grín á sínum tíma þegar myndin kom út en það er alltaf þannig að mann er alltaf líkur einhverjum ljótum, maður sér fyrir sér einhverju huggulega. Já, það er huggulega þessi. Er farið að heitt undir Sölva hjá Víkingum? Já. Nei. Jú. Ég ætla að segja nei. Veistu hvað, Víkingar, þeir verða bara kingæð, þeir voru latir. Þessi danski strákur hérna, Ali eða hvað sem þetta einhver mun ekki hérna sem að koma það rétt þegar mótið að byrja. Já, Ali, já. Já, sem er, hvert fór hann að lána núna? Njarðvík, ekki? Jú, Njarðvík, já. Herðu, Jarða fylgismenn aðra deildina á næsta ári. Neyða jár spyr Ágúst Ásbjörnsson. Nei, þeir verða ekki þar, þannig að nei. Ég er með aðra spurningu frá Ágústi Ásbjörnssoni bara hérna í skilabóðum hérna Guð mig góður. Mun Arsenalið sakna Fabio Vieira? Ég vissi þetta ekki. Ég hata ekkert meira en Fabio Vieira. Guð mig góður. Maður sjá verður Arteta eftir þetta tímabil bara með einn FA Cup titil eins og Erik Ten Hag þá reynda Ten Hag á bæði FA Cup og deildabikar þannig að við getum ekki bórað það saman. Já, Ágúst svarar þessu hana. Það segir já. Gústi var virkur í aðtjóðarsöndu þannig morgunin. Þú veist, ef það kemur enn eitt tímabil einhver titli haldið að hann fái bara sömur 2026 bara mæta aftur í vinnu? Nei, þá vil ég fá hann burt. Þessi vegferð er búin núna þarf að fara að skila titlum sko. En hann er búin að koma enga sig í liðinu á frábærast. Já. Stórkostast það.
Nú, maður sjá það svo langar spurningar maður sjá verður frasinn dropinn hólar steinin mikið notaður hjá AI fyrir komandi verðstöndum? Já, ég ætla að fara að koma þessu meira ég þarf alltaf að hafa fyrir framan mig sko og vita svona hvenær maður á að nota þetta en já, ég Svo ein besta manneskjan í Dóttorfútból leikmannahópnum Hilmar Ægir Þórðarsson segir engin spurning en hjartanlega velkomin aftur Já, þakkaði fyrir Hilmar Þannig að það bara svoleiðis þannig að við ætlum að enda þetta allt saman Bæði vegi, þetta góð spurningarna er Gunni góður að pönsa boltan eða halda honum lágum svona undir vindinum eins og seinasta holli í Íslandsmótinu sko, ég sá annað höggið hjá loka hollinu kallamegin ég stóð fyrir aftan þau öll á 16. hólu á Hvaleyrarni þetta er langa par 5-an þarna kemur fyrst í dogleg hægri, svo dogleg vinstri þeir slá 200 metra með einhverju járni 4 járni eða eitthvað undir vindin, bolti fer aldrei meira meter af jörðinni Ég skal kenna þetta er ekki mér Ég ger þetta með 3-3 Ég hef bara aldrei séð annað eins Ég stoppa framsveifluna í þessu Já, slæð svona aðeins niður á boltan einhvern veginn Þetta er höfveldasta höggið í gólf Já, kemi.is og allur sápakki Sko ég talaði nú hemma daginn frá kemi.is áttum gott spjall og hann sagði hér og þú ert allt og oft í einhverjum leikjum við þá þar sem þeir eru sleipir á svellinu góða og hann sagði hvernig væri nú bara aðeins að leiðum að finna fyrir því Þetta byrja ekki vel Ég sagði já og nú er miðja minn í útlöndum Sigurður Bond sem að kenni sig auðvitað við James Bond og ég ætla bara að heyra svona aðeins hvað þessir strákar vita Já, ég horf ekki að bíómyndir Strákar gæti ég fengið James Bond myndir og Albert Ingarsson byrjar James Bond myndir Já, bara byrjaðu Já, ég veit ekki hvort ég get byrjað Það var eitthvað Golden Eye Agent eitthvað Golden Eye Já, Casino Royale Ég hata James Bond myndir Já, við hefum átt þetta samtala áður Já, horfa okkar spennumynda sem að gaurinn deyr aldrei Óða spennandi Tomorrow Never Dies hár rétt Glæsileg framastæði hérna Ég hef ekki séð eina Bondmynd sko. Jú Nei Var það ekki eitthvað From Russia eitthvað? Jú From Russia with Love? Jú Anskotin Það er hár rétt Came in the clutch Sá stóri með þetta allt saman á hreinu stjarnan í húsinu Ég held ég sé með Ertu með aðra? Já, ég er bara að fara að gíska Ég er bara að fara að búa til nafn, svona líklegt nafn Double Agent Já Frábæð, nei, hugsa aðeins meira Ok Á ég að vita eitthvað annað? Þú átt að vita fullt af Hvað eru margar James Bond myndir? 20 og eitthvað sko Hvað hétt lagið með Adele? Adele Já Það er ekki Hello, það er engin mynd sem heitir Hello Nei Eða eins og kóruumæður myndi syngja Hello Já, ég meina þetta Ég er ekki með neitt Ef maður kemur hann tilbaka úr með James Bond myndir Mér langaði bara Ég var bara Mér finnst alltaf skemmtilegustu James Bond myndir Mér finnst alltaf skemmtilegustu þegar það byrjar svolítið taktfast og svo svona aðeins Ég gaf mér bara það Nei, ég skal bara viðurkenna það Ég hef ekki séð neina Lord of the Rings mynd Ég hef ekki séð neina James Bond mynd Ég hef ekki séð neina Star Wars mynd Ég hef ekki séð Þú veist, eitthvað svona Ég hef ekki séð neitt þess Ég viðurkenna það Ég hef bara mjög lélugur í bíómyndum Gasleika ekki fyndi verið mynd fyrir mig James Bond maður Þú veist, Harry Potter, ekki séð neitt Þú veist, eitthvað svona sem allir hafa séð Ekki horfa svo á mig hörðar En ég hef séð Dalalíf Ekki þetta Ég hef séð Dalalíf og Nýtt líf Þetta er svipur sem Ingi Björn Albertsson múin að gefa mér allt og oft í hvernig lífi Sko ég þarf ekki að fá þetta líka frá þér Ok, ég ætla ekki að kalla það klámhund En þú, það var staður sem var dansað hérna lengi vel hjá mér Já, herðu, það var hérna Hvað hérna aftur? Gold Já Já, það er rétt Goldfinger
Quantum of Solace. Til hvers að það ekki? Quantum Solace. Quantum of Solace. Það er einn allélegasta James Bond myndin, þannig að Million Ways to Die líka eða ekki? Die Another Day. Die Another Day. Hvað hét hérna Adele-lagið? Skyfall. Og svo hérna Live and Let Die, Paul McCartney. License to Kill. Svo voru það normennirni sem sem byggu hérna Living Daylights lagið, U2 hérna Duran voru með hérna myndina sem var tekið upp á Íslandi. Nei með hérna Meeting You with a View to a Kill. Hafi ekki View to a Kill og svona tekið bara hluta til þetta í opnunaratriði á Vatnajökli. Er þetta með samloku? Þið með samlokubrauð? Má ég bara henda það á þau? Er þetta James Bond? Já. Maðurinn með giltu byssu, Man with a Golden Gun. Já, flott. Ég horfi bara á íþróttir, sko. Hættu þessu. Ekki þennan. Ég hef séð Dalalíf og Nýttlíf örgulega 300 sinnum hvor. Ég get þulið þannig upp fyrir þig bara. Það er eitthvað. Það er eitthvað. Ég horfi bara á eitthvað sem ég veit að er skotelt. Ég tek Ace Ventura, tek ég, þú veist, Semi-Pro. Já, þú ert bara í klassíkunum. Já, ég er bara í klassíkunum. Ég held bara að þetta væri sameiginlegt áhugamál allra stráka. James Bond? Já. Nei, þú vissi nákvæmlega hvað varst að gera hana. Því líka endurkomaðan, maður er búin að fá hana Jeffers, Kanu, Aliaderi og svo hendur hann í James Bond. Hann vissi nákvæmlega hvað hann var að gera. Stóra nafni í húsinu. Já, minni á byggarúrslaleik kvenna á morgun. Það sem að FH er að spila í fyrsta sinn, kvennaliði. Nei, það er á unnið The Double. Nei. FH kvennalið FH hefur unnið The Double. Nei. Jú, sko, ég veit svona hluti. Ég ætla að challenge þetta. Já, nei, þetta er rangt hjá þér. Byggarúrslaleik kvenna? Þetta er rangt hjá þér. Hvenær var fyrsti byggarúrslaleikurinn spilaður? Hann var spilaður árið 1981. Þetta er rangt hjá þér. Er það? Já. Það er allavega voru einu fyrstu Íslandsmeistararnir 1972 og 3 og ég held að þær var byrjað svona seint að spila byggarúrslit. Já. Ok, því að þær réðu lögum og lofum í byrjun kvennaknattspyrnunnar. Klubburinn er stofnaði 1929 og það er 2025 í dag. Við höfum aldrei verið í þessum spórum áður í kvennaboltanum, segir Guðni Eiríksson í viðtali við Fótbolta.net. Já, en allavega 1970 eitthvað, þá urðu þær Íslandsmeistarar, það er ekki rétt hjá mér. Tjekka á því. FH er brautriðandi í kvennaknattspyrnunni. Síðan tók ég við Keflinu í Kópavoginum. 72, 74, 75, 76. Já. Ok, þarna voru þær innráðar. Já, það raðaði fjórum Íslandsmeistaratitlum inn, síðan þá Gefið þau líka 1 bikarmeistaratitil fyrir þetta því að var ekki til bikarkeppni. Já, að vinna þetta 4 sinni þarna. Það hljóta á henni litlu bikarkeppni þarna sem að var staðgengi bikarkeppnar. Doktor Fútból þakka fyrir sig, gaman að fá eiga í aftur. Heldur betur. Og það er mæta Breiðabliki bara svo að það sjá hreinu. Heldur betur. Breiðablik færi tómhendar af Laugardalsvelli síðustu 3 skipti, þannig að Það er að harma hefna. Þannig að þetta verður rosalega leikur. Þú ert í settinu, ekki? Nei. Þú ert ekki í settinu? Nei, þú ert með mér í Dogsón. Já, hann er í Dogsónunu. Og þá ætla ég að segja eitt áfram fótbolti. Það er bara rétt. Það er eiginlega það sem ég ætla þannig langum að enda þetta. Já. Takk. Verið sæl. Tries his line.